Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það eru stúdentauppreisnir víða heim. Stúdentar eru með tjaldborgir til stuðnings Palestínumönnum. Ég ætla að slá á þráðinn til einna slíkar sem í hollenska bænum Nijmegen sem upp við þýsku landamærin. Þar Ísabella Lena Borgarsdóttir. Hvað eruð að gera þarna, Ísabella? Já, síðasta mánudag þá opnuðum við tjaldbúðir inn á Háskólatorginu við Radboud University í Nijmegen og þar erum við eiginlega bara búin að byggja fungerandi samfélag eða einhvers konar samfélagslega aðstöðu og við erum að mótmæla þjóðmorðinu sem eiga sér stað núna í Palestínu og erum með alls konar mismunandi tjöld tileinkuð mismunandi funksjónum, þannig að við erum með bókasafn til dæmis, þar sem við erum með gott safn af þessum glæpum sem eru búin að eiga sér stað í 10 ára, mætti segja, og líka aðrar sögulegar stríðsglæpasögur. En já, það margt að vera. Við erum með skiltagerð, knappagerð, fyrirlestra, tónlistaratriði, palestínska matagerð og fleira. En við stöndum fyrir því að háskólinn fordæmi þjóðarmorðið sem eiga sér stað núna í Palestínu. Í öðru lagi viljum við að háskólinn rjúfi öll tengsl við ísraelska háskóla og stofnanir. Og svo viljum við að háskólinn leggi sérstaklega upp í að hjálpa fólki og stofnunum í Palestínu að byggja upp samfélagið sitt upp á nýtt. Hver hafa viðbrögð skólayfirvalda verið? Eru þau að ganga kröfum ykkar? Nei, ekki beint, ekki öllu sem við viljum. Þau eru að reyna að finna svona mjúku leiðina í gegnum þetta. Þau vilja hafa ekki tekið skýra afstöðu gegn þessu, en það er mjög áhugavert af því að þegar Rússland hóf stríð í Úkraínu að þá tók það skólann 8 daga að rjúfa öllum samskiptum við rússneska stofnanir og skóla og koma með opinbera yfirlýsingu gegn Rússlandi, basically. En nú hefur þetta þjóðarmorður staðið yfir í hálft ár og engin viðbrögð verið. En þetta bundið við Nijmegen eða þetta víðar í Hollandi? Það annað sem svo ótrúlega fallegt við þetta. Þetta byrjaði í Bandaríkjunum núna fyrir nokkrum vikum þar sem að fólk sló upp tjaldbúðum til þess að mótmæla þessu þjóðarmorði. En svo byrjaði þetta í Amsterdam, Utrecht og það var hrikalegt. Það er búið að vera sjúklega mikið lögregluofbeldi. Það eru alls konar myndbönd á netinu þar sem er verið að sýna bara lögreglur með fullt af kylfum að hlaupa inn í hópa fólki, ekki bara hópa fólki, heldur hópa stúdentum og slá og lemja stúdenta á háskóla lóðum sem er algjörlega klikkun og þetta þessi tjaldbúðir eru svolítið í samstarfi við aðra háskóla í Hollandi, það sem að planið var svona sama og sjá með svona domino-effekt, skilur. Það byrjar einn háskóli, svo kemur annar og annar, þannig að ekki þannig að sé alltaf sama tíma heldur þetta svona dragi svolítið yfir tímann. Af því að það var 300 manns voru handtekin í þar síðustu viku í Amsterdam og Utrecht og alls, bara ógeðsleg myndbönd. Og ég held að það hefði verið mjög sterkur svona forgrunnur fyrir það sem við erum að gera hér, af því að ef þau hefði ekki orðið fyrir þessu ofbeldi og þessum hrikalegum látum, þá kannski hefði háskólinn Radboud sem ég í, þá hefði þau hringt til lögregluna fyrr af því þau vilja fá okkur af skólalóðinni. En út af þessu ofbeldi þá voru þau svona hrædd við það held ég, af því auðvitað vilja þau ekki hafa þetta. Og líka að borgarstjórinn í Nijmegen, það voru fundir með lögreglunni með háskólayfirvöldum og svo með honum, borgarstjóranum, og hann sagði bara, ég hef ekkert að segja við þetta, ég sé ekki hvernig þetta vandamál, það sem þau eru að gera. Þannig að
núna erum við búin að vera hérna í heila viku á þessum tjaldbúðum, að reka þessar tjaldbúðir. Og já, það búið að vera bara mjög skemmtilegt en líka mjög krefjandi. Hvernig þá krefjandi? Hvernig Ég krefjandi? kannski sagt, krefjandi á mismunandi hátt. Þú veist, við erum búin að fá fólk frá Palestínu til að koma og vera með fyrirlestra. Við erum líka með prófessora og kennara sem koma og vera með fyrirlestra. Svo höfum við með eitthvað svona alls konar gjörninga, bæði tónlistaratriði en líka það var einu sinni verið að lesa upp, þú veist, nöfn á börnum sem hafa dáið af, þú veist, fjölskyldum hérna. Og já, og svo náttúrulega bara ógeðslega mikið skipulag sem þarf að huga að þegar maður að reka samfélag. Það er mjög fyndið hvað svona virðing mín fyrir æðri svona stjórn, ég veit það ekki, stjórnbulli, skilur hvað, þú veist, það fer svo ógeðslega mikið orku í þetta, þú veist, þess að ég er búin að vera að sjá þú veist, mat og rusl og, þú veist, bara nesti og skilur, bara svona mati við daginn og svona, og það er bara, já, mikið orku sem fer í að plana og gera þetta að einhverju, ég veit það ekki, svona lifanlegu unity. En eru þið í verkfalli? Liggur nám að einhver leyti niðri á meðan á þessu stendur? Það búið í síðustu viku þá sendi skólinn út, fyrst sendi heimspekideildin út tilkynningu sem sagði að ef að þú ert að taka þátt í þessum mótmælum eða liggur eitthvað á eða þá bara að hafa samband við þau og þau muni að gefa þér, já, eitthvað smá auka tíma eða sýna þér skilning fyrir það sem þú ert að leggja í það. Þannig að já, fyrir suma, síðan í lok síðustu viku þá sendi skólinn út líka tilkynningu að bæði bara ef þjóðarmorðið er að hafa áhrif á þig eða tjaldbúðirnar eða eitthvað sem hefur að gera með þetta, þá eru þau tilbúin til að sýna þér aukinn skilning. Við erum búin að finna fyrir mjög miklu svona styrk frá prófessorum og bara kennurum í skólanum. Þau eru mörg búin að koma inn við og koma og spjalla við okkur og koma með mat og ís og já, þannig að það stór hópur af prófessorum sem sýna okkur beina stuðning. Það hafa verið fjallað það og menn að geta sér til hvaða áhrif Gaza og þjóðarmorðið á Gaza hefur haft á pólitík á Vesturlöndum, upprisu ungs fólks, sumir vilja líkja þessu við Víetnamstríði sem að þú varst náttúrulega ekki fædd þegar það var, en upplifir það að það sé svona mikil vakning meðal fólks á þínum aldri að rísa upp og fara gegn stjórnarstefnunni. Það eiginlega stjórnarstefna í flestu löndum að eiginlega styðja Ísrael eða allavega ekki fara með neinni hörku gegn þeim. Upplifirðu að það sé svona vakning í gangi? Algjörlega og sérstaklega því að núna það er ekki bara hérna í Hollandi, Amsterdam, Utrecht og hérna í Nijmegen sem þetta er búið í gangi, heldur þetta tjaldbúðir, það er verið að rísa þær út allan heim. Við erum í sambandi við skóla í Portugal, á Spáni, marga skóla á Spáni, í Mexíkó, í Þýskalandi og það er eitt af því sem mér finnst svo sjúklega fallegt við þetta er að við erum einhvern veginn að tengjast á alþjóðavísu við aðra háskólastofnanir og erum að vinna að, þú veist, sambúnum samningi, við viljum búa til samning sem við viljum leggja fyrir háskólan okkar í sameiningu, þannig að þetta sé eitthvað sem á ekki bara við háskólan okkar hér, heldur eitthvað sem við getum yfirfært yfir á háskóla í öllum heiminum vonandi, eða allan í vestrænum heimi. Það verður gaman að fylgjast með þessu kannski í sambandi við fleiri sem að taka þátt í svona aðgerðum víða heim, en ég veit að þið eru að fara í göngu núna, þegar ekki, Ísabella? Ég var búin að lofa því að tefja þið ekki of lengi. Það eru farin í gönguna og svona í gönguna. Þú hleypur bara eftir þeim. Þú hleypur eftir þeim. Hvernig sem vilt hafa þetta. Þú hleypur eftir þeim. Kæra þakkir. Allt í góðu. Ok. Ég ger það. Takkilega. Bye. Og við höldum áfram að skilja þennan heim sem er
mikla breytingar í honum. Næsti kafli hér eftir augnablik. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.